Já, ég segi ítalst já takk. Við höfum haldið treyðu við Glóríu núna að verða á 3. ár. Eigum að fara að fá okkur jingle Það styttist í 2 ára ammæli Pingjunar, þú verður áttið á því sko. Ég bara að fá okkur svona peninga jingle. Nei, This part talks business. Ég vil halda Umberto Tozzi hann inni sko. Forever. Ég sko, við gáðum. Svo sem vel við þessu þætti, Inga Tinna, ég fann hérna einhverju frétt, hún fór alltaf til Lake Como. Já. Farðu nú ekki að leika þér að þeim upplýsingum? Nei, við gefum út okkar fyrsta þátt hvort það hafi verið 9. febrúar. Já, þú ert með þessar upplýsingar. Og við erum núna að detta í 2 ára ammæli. Já. Eftir smá. Svakalegt, djöfull líður tíminn maður. Við erum komin í seríu 16. Já, við erum búin að bakka eina. Nei, við vorum í seríu 15, búin til peninga. Það í seríu 17 áðan. Nei, við vorum í 15. Á 15, áðan íslenska regning og síðast 15. Já, áðan, síðast, já. Við erum komin í seríu 16. Já. Veist hvað hann heitir? Nei, ómögulega. The Original Success. Já, Já, og þú veist hvað, viltu útskýra það nánar? Bara við erum að fara yfir The Original Success í þessum ársreikningum. Já, og tökum fyrir Dine Out. Hvað fleira voru á dögunni? Við eigum bara eftir að finna út úr því. Þú vildi fara yfir einhvern pípara? Já, þú veist, það var nú kannski áhugavert. Við höfum aldrei tekið... Hefurðu komið á móti pípurum? Nei, alls ekki. Ég veit bara að það er léleg nýliðun og ég vil hvetja fólk til að sækjum. Sammála því? Já. Easy, ekki en hins vegar liggja píparar bara á orðið bara gullnámu, sko. Bara á verkefnum. Ég ætla ekki að segja easy cash, en þetta er tiltölulega há útselt vinna. Já. Og ég held auðvelt að fá vinnu eða þú ert segur. Já, ég held bara, já. Að það svo sem þannig með allt bara og segur að fara vinnu, en ég meina, ég held að við erum kannski ekki að fara að ráða blindan pípara. Ég held að hver sem að klári námið fái vinnu, sko, sem pípari. Það hlýtur að vera. Eftirspurnin slík. Heyrðu, sería 16, The Original Success. Við ætlum að taka fyrir Dine Out. Já. Það var eitthvað fleira með þetta ammali sem þú ætlar að segja. Hvað gjörning ertu mér núna? Hvað ammali? Ég bara, þú veist. Já, ammali Pingjunar. Nei. Jú, kannski að við gefum út eitthvað merch. Selja einhverja bolla? Já, mögulega. Pingibolla? Mögulega. Kannski sokka? Já, mögulega. High-end pingisokka? Já. Við getum skoðað það. En hérna, já, einmitt Dine Out, hún Inga Tinna, orðin þekkt fyrir... Sigurðardóttir. Já, orðin þekkt fyrir, bara sína vegferð í þessu. Já. Hún er bara frumkvöðull í húð og hár. Það virðist vera. Já. Segir upp corporate. Já. Gerst henni þetta flugfreyja eða flugþjótt. Gott ef hún hafi ekki verið á Arion og svo orðið. Já, ég með það. Og svo bara hugmynd, execution. Execution. Ekki hugsa, bara gera. Bara gera. Já. Hún líka heflaust hugsað samt líka. Safna listaverkum. Fallegt safna listaverkum. Já, hvað fleira? Er það ekki bara komið að reikningum? Nei, heyrðu, ég er með hérna, sko, sögu Dine Out og það verður eiginlega að segja að hún hefjist 2015 og þetta fyrirtækis ekki stofnað þá og því að það hefst á þessu ferli Ingutinu að hérna og þetta hefur nú svo sem sagt nokkuð oft en er verkfræðingur er að klifra hérna snákastigan í Arion banka upp, niður, er í fórstöðumaður, nei, deildarstjóri millistjórnandi, já, ekki núna þetta er nýri yfirmaðurinn vorum að reyka Jóna, þú ert næst, bla, upp, niður, skilur hún ákveður að fara í háloftin, byrjar að fljúa og svo er það einhver tíman á þeim tímapunkti, og nú ekki alveg með nákvæmlega hvernig hugmyndi kemur til, en hún væntanlega bara verður var við þetta erlendis, að hún stofnar fyrirtækið Icelandic Coupons sem að held ég búið að flétta inn í Dine Out. Já. Getur það ekki verið? Sko, ég er með kenningu um það. Já, heyrðu, rannsóknar spurningar maður. Ég er með kenningu um það. Ég með. Eru tekjur Icelandic Coupons undir Dine Out? Vá. Ég nefnilega held ekki og... Ég nefnilega held það. Já, en ég var nefnilega með upplýsingar um Icelandic Coupons sem ég lærði í seinni tíð. Allavega, bara til að gefa því sjátt, þetta er afsláttar smáforrit eða vefsíða. Já. Stórsniðið og ég sótti það bara og hef verið með þetta frá degi 1 sko, þó ég hef nú ekki kannski mikið notað þetta en hérna, mér fannst það mjög sniðu hugmynd á sín tíma, þannig var ég að byrja í verkfræðinni í HR. Já, og þetta var semst, varstu að borga mánaðagjald eða ágjald? Nei, þetta byrjaði ekki þannig. Var þetta bara frítt til að byrja með? Já, ég held það. Svo var þetta kostaði. Ég fekk nú hérna fríkóða hjá Makovic sem ég ætla ekki að nafngreina. Sem að koma að þessu og þá semst gast alltaf fengi fastan afslátt einhvers staðar Juicy, World Class, Lemon
Því þekki ég þetta Stílaðin á erlendaferðamenn Ég held kenning að þarna kemst hún í tæri við alla veitingamennina og þessa gæja sem hún er að díla við að fá kúpons og samhliða því er hún alltaf að fljúta allan heim og hér segir að hún hafi komið auga á hvað getum við sagt borða bókunarkerfið Open Table í Bandaríkjunum sem að þekkir eitthvað hennan heim eða? Nei, lítil Þegar þú byrjar að spá í þessu Það veitingast að nýri bæ Ég horfi alltaf núna þegar ég er að gera upp hvaða kerfið við erum með og við fórum yfir þetta svolítið aðeins í Sales Cloud sín tíma, þetta er svona head to head heima Dynout vs. Sales Cloud en það eru nokkrir á einhverju bara fornu kerfi takt eftir þessu næst þegar þú ert maður sér þetta ofta á kvittunum sko Já, þú sér þetta bara á skjánum þegar þú er að skrá inn ef þetta er bara eins og Tetris Já, ég sé alltaf Sales Cloud, það er nokkuð málið er, þegar við tókum Sales Cloud fyrir rúmu ári síðan eða svo þá man ég ekki til þess að Dynout hafi verið bara afvegaleiða þig hvað varst að gera já, horfum upp í skíin sölu skíin þá var ég ekki orðin meðvitaður það að Dynout væri komið með kassakerfi sko. Fyrir mér var þetta þannig að Sales Cloud átti bara kassakerfin og Dynout átti bókunnar og þannig held ég skiptist þetta nú er verið held ég að býta stoltið þarna bæði komin inn á sitt markaðin bara hett og sama akkurat og ég held nú að Dynout hafi unnið þetta reis með borða bókan þú ferð ekkert annað í dag til þess að bóka nýri bæ Dynout, mjög þægilegt Sko, allavega, það er áhugavert, hún kemur hérna einhvern veginn auga á Open Table, segir, heyrðu, þetta er snildalaust, skoða markaðinn hérna heima, sér að Sales Cloud náttúrulega ekki komið að stað, að fullt hérna, sér bara, heyrðu, það er allir bara hérna í einhverju Tetris-kerfi og hér segir hún hafi reynt eða skoðað að fá license til að opna Open Table á Íslandi. Á endanum ákveður hún að gera það sjálf með forriturum og Enter the Matrix, Matt Mökkovich Magnús bróðurinnar sem ég vann með í bókun kallar hann Mökkovich Matt Magnús Mökkovich, er það eitthvað svona tilvitnun í eitthvað? Já, bara Mökkovich, hann þekki það best sjálfur og sko, hann er bróðurinnar forritari, helvíti segur en hún segir enda sjálf að hún hafi haft samband við Sindra hjá Tix sem hefur svona óbeintur nefndur í svona 100 þáttum hjá okkur kom náttúrulega að Tix og miða.is með Bjössa Peitey Getur ekki fara að búa til svona tímalínu þess við pörum saman allt þetta fólk búa til eitthvað svona hann mikið nefndur Enter the Matrix map Já, Enter the Matrix, Mökkovich er komin á blað Bjössi var nú alveg komin inn í the Matrix fyrir lungu síðan Já, klárt Sko, hún heyrir í Sindra hjá Tix sem hún þekkir ekkert en hún hugsaði, heyrðu, hann er nýbúin að smíða eða hefur smíðað hugbúnað sem að basically svipaðlaust Já, það var það sem hún hugsaði Hún líst vel á hugmyndina og ákveður að leggja henni lið og svo er það Mökkovich og svo má ekki gleyma mannanafni Viktor Blöndal sem er líka forritari Ég veit þó að þetta fyrsta ár þá var Icelandic Coupons miklu stærra og Mökkovich var til dæmis að vinna með mér hjá bókun þessi fyrstu ár og þetta er svona on the side Ég held eiginlega að Viktor hafi verið svona bara fyrsti eini starfsmaður Já, þetta er algjörlega on the side sko, við getum komið yfir það hérna þegar ég fór aftur í tíman með ársendingana fór alveg og sko svoleiðis sökti mér ofan í rekstarsöguna Ég held að 1920 sé svona make or break ár fyrir þau þegar það eru Svo sá ég fréttum að Viktor væri hættur sko, hann er komin út Hann var náttúrulega í hluthafahóp líka Ég held að það hefði gerst bara árinu 2003 Já, ok, það er það nýja frétti fyrir mér Sko, ég ætla bara aðeins til að tala um Dynout Þetta er borðabókunarkerfi matarpöntunarkerfi fyrir takeaway og heimsendingar sem verður til í COVID Það er komið kassakerfi sem er nýjasta afurðin sem kom 2023 og svo eru þau með lausnir fyrir sjálfvirka pantanir í gegnum QR-kóða sem að ég hef ekki skoðað Þau eru að selja rafræn gjafabréf Það var dálítið sérstæða Sales Cloud í COVID QR-kóðanir Já, þetta er það, já, ok Kæru hlustendur, já það er nóg eftir að þessum þætti en til að hlusta á restina þá verðið að fara inn á partus.is/pingjan Hvað er mörg pí í þessu, Arnar? Ég veit ekki, ég þekki það ekki 1490 krónur allavega fyrir að slást í för í pingjubandalagið og það er mikils að vinna þar það er verða fríðindi það verða íventar og það verða viðtöl og allur fjandinn, ársreikningar Þið vil ekki missa því, þannig að allir ársreikningar þættir inn á partus.is/pingjan og komið með okkur í ferðalag Ekki orðum það mér